undan og nú féllu þeir niður í myrka dýflissu. Hjálp! Hjálp! Kölluðu þeir. Fix vaknaði við hrópin. Hann éri stýrurnar úr augunum og gekk svo á hljóði með þeim afleiðingum að hann féll líka niður í dýflissuna. Til allrar hamingju hafði Passepartout ekki gleymt öllu sem hann lærði í fjölleikahúsinu. Hann klifraði upp á axlirnar á Fogg og komst þannig upp úr dýflissunni. Hann rakst á stiga í næsta herbergi og þar fann hann líka Aotu steinsofandi. Hann vakti hana og svo flýttu þau sér að renna stiganum niður opið í gólfinu. Fogg var heldur betur glaður að sjá Aotu aftur, en öll voru þau sammála að best væri að flýja kastalann. Þau héldu út í nóttina á gufubílnum sínum og óku í áttina að Dublin. Þau komu til Dublin voru þau svo heppin að fá fara með gufuskipa á leið til Liverpool. Nú voru nákvæmlega 9 klukkustundir þar til Fogg átti að vera mættur í Lundúnum. Annars var veðmálið tapað og Fogg 20.000 pundum fátakari. Þau stóðu öll 3 við borðstokkin og hlökkuðu til að stíga loks á enska grund. Fix leynilögreglumaður hafði falið sig á bak við björgunarbát og fylgdist þaðan með þremenningunum. Hann hlakkaði til þeirrar stóru stundar hann gæti handtekið bankaræningjan Phileas Fogg. Klukkuna vantaði 20 mínútur í 12 Fogg, Passepartout og Aota stigu á landi í Englandi. Í sömu andrá gekk Fix til Foggs, lagði hendur á axlir honum og dró handtökuheimildina upp úr vasa sínum. Ert þú Phileas Fogg? Spurði hann. Þú veist það mæta vel, herra Fix, sagði Fogg. Ég handtek þig hér með í nafni drottningarinnar fyrir bankarán. Og Fogg sem hafði tekið öllum ferðaævintýrum þeirra með mestu stillingu var nú í fyrsta skipti orðulaus. Passepartout gerði sig aftur á móti líklegan til að ráðast á herra Fix, en var ofurliði borinn af 2 lögreglumönnum. Viðbjóðslegi þorpari, eftir Passepartout. Þú ert eini bófinn sem get komið auga á hér, herra Fix. Lögregluþjónarnir fóru með Fogg í tollhúsið og þar var hann lokaður inni. Hvað í óskupunum tökum við til bragðs, kveinaði Aota. Já, nú ég víst alveg ráðlaus, sagði Passepartout. Phileas Fogg satt grafkyrr í fangaklefa sínum. Í þetta skipti virtust öll sund lokuð, hann myndi tapa veðmálinu. Það voru ömurleg örlög að hann skildi vera handtekinn einmitt þegar sigur var í nánd. Það þýtti ekkert fyrir hann að hugsa flótta. Dyrnar voru harðlæstar og rimlar fyrir gluggunum. Klukkan á kirkjuturninum í nágrenninu sló 2. Þá heyrði hann skyndilega mikinn hávað út á ganginum. Fix, Passepartout og Aota komu þjótandi inn í klefan til hans. Fix stóð á öndinu og kom varla upp nokkru orði. Kæri Fogg, stamaði hann. Þú verður víst að fyrirgefa mér. Þetta voru hræðileg mistök. Bankaræningin var handtekinn fyrir 3 dögum. Því miður þá varst þú svo líkur honum. Ég biðst afsökunar. Fogg gekk að herra Fix og horfði beint í augun á honum. Svo miðaði hann og lét högg ríða á kjálkan á honum. Vel af sér vikið, hrópaði Passepartout glaðlega. Ferðalangarnir 2 og Aota flýttu sér hann á í leiguvagn. Nokkrum mínútum síðar voru þau komin á brautarstöðina í Liverpool. En þau kom á seint. Lestin var lögð af stað til London. Fogg leit á klukkuna, hún var 2:30. Hann hafði 6 klukkustundir og stundarfjórðung betur til stefnu ef hann ætlaði sér að komast til Lundúna í tæka tíð til að vinna veðmálið. Fogg gekk á fund stöðvarstjórans og bað að fá að leigja aukalest. Ég get leigt þér aukalest, sagði stöðvarstjórinn, en við höfum skýr fyrirmæli að senda engar aukalestur af stað fyrir eftir klukkan 3 síðdegis. Þetta eru skýr fyrirmæli, herra Fogg, því miður. Og á mínútunni klukkan 3 lagði aukalest af stað með Fogg, Passepartout og Aota borð. Fogg lofaði lestastjóranum góðri borgun ef lestin yrði komin til Lundúna klukkan 8:45 kvöldið. En lestin var fyrir ýmsum ófyrirsjáanlegum töfum og klukkuna vantaði 10 mínútur í 9 þegar þau loks komist til Lundúna. Fogg hafði farið umhverfis jörðina á 80 dögum og 5 mínútum betur. Hann var aðeins 5 mínútum of seinn en það nægði til að tapa veðmálinu. Fogg tókst að leyna vonbrigðum sínum en Passepartout var alveg í öngum sínum.
Þau tóku sér leiguvagn heim til Fox sem bjó við Savile Row. Fogg gekk beint til lesstofu sinnar. Passepartout hafði þungar áhyggjur af húsbónda sínum og gægðist þess vegna inn til hans í gegnum skráagatið. Fogg satt grafkyrr í stólnum sínum og starði út í loftið. Passepartout var það ofraun að sjá hann svona á sig kominn. Hann barði á dyrnar og gekk síðan inn til hans. Má ég ekki bjóða þér tebolla? Spurði Passepartout vandræðalega. Nei, þakka þér fyrir, sagði Fogg og andvarpaði. Við vorum óheppnir, það er allt og sumt, og leyfðu mér að sitja hér í friði, kæri Passepartout. Passepartout gat ekkert gert til að hugga herra Fogg, en skyndilega datt honum ráð í hug. Hann gekk til herbergis Aotu. Herra Fogg er niðurdræginn, kæra Aota, hann biður þig að finna sig. Aota gekk híkandi á fund herra Foggs. Getur þú fyrirgefið mér það að fara með þig allaleg til Englands, spurði hann. En kæri herra Fogg, svaraði Aota, ég á líf mitt þér að þakka og sennilega er það mín sök að þú komst ekki tækast til Lundúna. Þú hefði verið fljótar í ferðum án mín. Við skulum ekki hafa fleiri orð það, sagði herra Fogg. En hvað verður þig? Spurði Aota. Ég veit það ekki, svaraði Fogg. Áttu enga vini sem getur trúað fyrir vandræðum þínum? Fogg hristi höfuðið, Aota rétt honum höndina. Viltu eignast bæði skyldmenni og vin? Viltu eiga mig fyrir konu? Passepartout lá á hleru og ljómaði af gleði þegar hann sá Fogg og Aotu haldast í hendur. Við Aota ætlum að gifta okkur strax á morgun, sagði herra Fogg þegar Passepartout kom inn til þeirra. Passepartout taldi sig hafa mörgum skyldum að gegna í sambandi við brúðkaupið. Það veitti ekki af að hefja undirbúning strax. Passepartout færði herra Fogg tebolla. Og þótt allt benti til þess að Fogg hefði tapað veðmálinu og væri nú eignalaus maður, sýndan Aotu garðinn sinn glaður í bragði. Tilvonandi brúðkaup þeirra Aotu bætti það allt saman upp og hann sagði Passepartout að hafa tafarlaust samband við sóknarprestin og biðja hann að gifta þau. Passepartout fór heim að prestsetrinu og hringdi dyrabjöllunni. Ráðskona prestsins kom til dyra. Get ég fengið að tala við prestinn? Spurði Passepartout. Presturinn er að heiman og kemur ekki fyrir á morgun, en þá er sunnudagur eins og þú veist. Passepartout trúði varla sínum eigin eyrum. Það er sunnudagur í dag, stamaði hann. Þú lítur að vera að gera gamni þínu, sagði ráðskonan og hló. Það er laugadagur í dag. Passepartout þaut eins og elding heim á leið. Hann náði heim á 3 mínútum og flýtti sér inn til Foggs. Hann kom varla upp orði fyrir mæði. Hvað í óskupunum gengur á? Spurði Fogg. Herra Fogg, stamaði Passepartout, það er laugadagur í dag. Sunnudagur, sagði herra Fogg. Nei, það er laugadagur í dag. Það getur ekki verið, sagði Fogg. Það er samt satt, sagði Passepartout og tók andköf. Við höfum ekki fylgst nógu vel með tímanum og komum því heilum sólarhring fyrir við héldum og nú eru bara 10 mínútur til stefnu. Passepartout greip handlegginn á Fogg og dró hann út á götu. Fogg stökk upp í leiguvagnin og lofaði vagnstjóranum 100 pundum ef hann gæti ekið honum á eldingshraða til umbóta klúbbsins. Þar höfðu klúbbfélagar hans beðið síðan klukkan 9 morguninn. Nú var klukkan 8:44 að kvöldi. Eftir 1 mínútu höfðu við unnið veðmálið, sagði John Sullivan. Þeir töldu nú hverja sekúndu. 10 sekúndur í viðbót, sagði Sullivan. Enn liðu 47 sekúndur, en þá birtist Fogg allt í einu 3 sekúndum fyrir tilsettan tíma. Jæja, félagar, sagði hann rólega. Hér er ég komin, ég hef unnið veðmálið. Kvöldið eftir var haldin brúðkaupsveisla heima hjá herra Fogg. Hann hafði meira segja boðið herra Fix leynilögreglumanni til hennar. Fogg hafði fyrirgefið honum gönuhlaupið og Passepartout stóði sig alveg prýðilega sem svaramaður. Nú veit ég hvernig við getum farið að því að ferðast umhverfis jörðina á 70 dögum, sagði hann við herra Fogg. Ég veit það líka, sagði Fogg, með því að fara ekki yfir Indland. En þá hefði ég ekki getað bjargað lífi Aotu og þá væri hún heldur ekki konan mín núna. Og þá hefði við mistað þessari stórkostlegu brúðkaupsveislu, bætti Passepartout við og veislugestir notuðu tækifærið